Haldinn fundur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 18. febrúar. Við förum í fyrsta mál sem tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins samráð við foreldra vegna ráðninga skólastjóra. Og þá tekur tillögu flytjandi borgarfulltrúi Kjartan Magnússon fyrstur til máls. Gjörðu svo vel, Dúlla. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég ætla að mæla fyrir tillögu Sjálfstæðisflokksins aukið samráð við foreldra vegna ráðningar skólastjóra. Og tillagan hljóðar svo með leyfi forseta. Borgarstjórn felur skrifstofu borgarstjórnar að semja tillögu til breytingar og samþykkt fyrir skóla- og frístundaráð Reykjavíkurborgar sem miði að því að taka upp virkt samráð við foreldrafélög í borginni við ráðningar skólastjóra. Slíkt samráð feli í sér að í skóla þar sem ráðning skólastjóra stendur fyrir dyrum skuli gefa stjórn viðkomandi foreldrafélags kost á að kynna sér helstu upplýsingar umsækjendur og hitta þá að máli til að kynnast sýn þeirra á starfið. Jafnframt verði stjórn foreldrafélagsins heimilt að efna til fundar sem opinn verði öllum foreldrum viðkomandi skóla þar sem umsækjendum sem fullnægja kröfum til starfsins verði gefinn kostur á að kynna sig og stefnumál sín. Í framhaldi af slíkum fundi sé stjórn viðkomandi foreldrafélags heimilt að skila umsögn til skóla- og frístundaráðs með áliti hver umsækjanda sé hæfastur til að gegna viðkomandi starfi. Stjórn foreldrafélagsins verði einnig heimilt að skila umsögn til ráðsins án þess að mælt sé með ákveðnum umsækjanda en með ábendingum hvaða atriði sé æskilegt að leggja áherslu á þegar ráðið verður í stöðuna, með tilliti til vilja foreldra og aðstæðna í umræddum skóla. Eftir sem áður annist skóla- og frístundaráð ráðningar í stöður skólastjóra og beri ábyrgð á þeim eins og kveðið er á í samþykktu ráðsins. Umrædd tillaga til breytingar á samþykkt fyrir skóla- og frístundaráð verði lögð fyrir borgarstjórn til samþykktar. Eins og þið heyrið borgarfulltrúar góðir, þá er þessi tillaga svona í ítarlegra lagi og það helgast af því að hún er ekki alveg ný af nálinni. Hún hefur verið til umræðu og sambærileg tillaga til afgreiðslu í skóla- og frístundaráði á þessu kjörtímabili. Tillagan, bara sem við farið aðeins yfir sögu málsins, þá var tillagan, hún var fyrst sambærileg tillaga lögð fram snemma ársins 2012 og eftir ákveðnar ábendingar þá var tillögunni breytt og lögð fram ný tillaga ef ég man í ágúst 2012 með svipuð þeirri og hér er lögð fram og þar var hún til skoðunar. Það var skipaður sérstakur starfshópur til að fara yfir tillöguna og var oft rædd á fundum skóla- og frístundaráðs á kjörtímabilinu, þannig að það er ekki hægt að segja að þessi tillaga hafi verið oflítið rædd þar. Hún hefur mjög mikið verið rædd en fulltrúar meirihlutans vildu ekki fallast á tillöguna og færðu fram ýmsar röksemdir gegn henni en komu hins vegar með aðra tillögu sem má segja það sem er kannski með örlitlum hætti komið til móts við þessa tillögu og þó ekki. Sú tillaga, það er bara fulltrúar meirihlutans fjallum hana sjálfir, en hún fól í sér það hænuskref þá örlitla breytingu frá því fyrirkomulag sem nú er, að áður en skólastjórastaða sé auglýst þá fái fulltrúar í viðkomandi skólaráði eða foreldraráði tækifæri til að koma með tillögur hæfniskröfur og einstaka áhersluþætti fyrirhugaðar auglýsingar til viðbótar því sem lög gera kröfur Það er alveg ljóst að slík umsögn einstakra skólaráðsfulltrúa kröfur í auglýsinguna yrði einungis ráðgefandi og tillögur þar að lútandi þyrftu því að hljóta náð fyrir augum embættismanna á hinu miðstýrða skóla- og frístundasviði til að þær yrðu að veruleika. Það er því afar litla breytingu að ræða, sú breyting sem meirihluti vildi fallast á, og þó hún kunni að vera jákvæð í sjálfu sér, þá er engin trygging fyrir því að með slíku samráði þá
Þá myndi samráð við foreldra aukast í raun og veru. Vilji borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins stendur hins vegar til þess að koma á raunverulegu samráði við foreldra vegna skólastjóraráðninga, enda eru slíkar ráðningar meðal hinna mikilvægustu sem teknar eru í þágu hvers skóla og viðkomandi íbúa hverfis. Og ástæðan fyrir því að þessi tillaga er eins ítarleg eins og kom í ljós hér við upplesturinn áðan er svo að ég vorið var við það að í umræðum hana, rauninni bæði á vettvangi skóla og frístundaráðs, en einnig í rauninni út í borginni, út í þjóðfélaginu. Það hefur ýmislegt verið sagt tillöguna sem stenst ekki. Sumir sem hafa fjallað þessa tillögu, þeir hafa svona eins og lagt sig í líma við það að oftúlkana með þeim hætti að þar með sé verið að færa eitthvað gífurlegt vald sem snerti skólastjóraráðningar í borginni inn á einhverja fundi sem taki síðan ákvarðanir þær, einhverja foreldrafundi, og það ekki rétt því að eins og tillagan beri með sér, þá einungis verið að tala samráð, auka samráðið, en eftir sem áður gert ráð fyrir því að sjálft ráðið, skóla- og frístundaráð, annist þessar ráðningar, greiði þar atkvæði á þar að halda og beri ábyrgð á þeim. Þannig það er ekki talað að breyta þeim þætti. Það hins vegar verið að tala það að fá foreldra með virkari hætti að þessum ráðningum sem eru auðvitað mjög mikilvægar í hverju skóla fyrir sig og hverju hverfi. Og þá velta maður fyrir sér af hverju að breyta einhverju, hér verið að leggja til að hér sé verið að breyta einhverju kerfi sem gangi vel og hafi gefist vel áratugum saman. Nei, segi ég held að það sé ástæða til breytinga og þá rétt að geta þess að slíkt samráðsferli ástundað mjög víða heiminn, að minnsta kosti í lýðræðisþjóðfélögum sem við viljum bera okkur saman við, og ég hygg að ef á því yrði gerð úttekt þá kemist menn að því að Reykjavíkurborg, skólakerfi hér, mjög aftarlega á merinni þegar kemur að því kemur að samráði við foreldra og aðkomu þeirra að lykilákvörðunum varðandi skólastarfið. Erlendis hafa menn verið að þróa slíkt samráð áfram áratugum saman og hefur víða gefist vel og því miður þá verður það eins og segist eins og að síðustu 10-15 árin eða svo þá höfum við Íslendingar því miður ekki staðið okkur vel að mínu mati við að þróa okkar góða skólakerfi áfram með foreldrum og auka aðkomu þeirra að lykilákvörðunum sem varða skólastarfið. Nú auðvitað eru ýmsar útfærslur á því hvernig staðið að slíku samráði við foreldra heiminn. Slíkt samstarf eða slík aðkoma, hún áberandi meiri að minni hyggju í hinu engilsaxneska skólakerfi heldur en annar staðar. Þarna er náttúrulega að tala lýðræðisþjóðfélög. Það víða gengið mjög langt í þessa veru í Englandi, í Ástralíu, í Bandaríkjunum og Kanada. Þess eru jafnvel dæmi að foreldrar sem eru auðvitað skattgreiðendur og kosta rekstur skólana, við megum ekki gleyma því, að þess eru dæmi að foreldrar kjósi beinlínis skólastjóra. Hér ekkert verið að leggja það til, en þess eru dæmi og ég nefni þessi dæmi að það ekkert, ég hef hvergi séð því haldið fram að stjórn skólamála sé eitthvað verri eftir sem foreldrar hafa meiri aðkomu. Jafnvel þar sem þeir kjósa skólastjóra eins og þekkist í Ástralíu, að því ekkert haldið fram að skólar þar séu verr reknir eða verri faglega heldur en skólar annars staðar þar sem minni áhersla lögð á samráð við foreldra. En mjög víða, eins og til dæmis bara í Englandi sem ekkert langt frá okkur, þar er mikil áhersla lögð á samráð við foreldra og jafnvel haldnir nokkrir fundir. Þegar ég var á ferð í Englandi síðast þá kynnti ég mér hvernig verið staðið að ráðningarferli í einum slíkum skóla og það var með þeim hætti að þegar skólastjóri hætti, ríkjandi skólastjóri hætti, þá var boðaður fundur með foreldrum sem allir foreldrar gátu mætt á þeir vildu, þar sem var fjallað hvers konar
hvers konar skólastjóra menn vildu fá. Það var sjálfsögðu blandaðasta umræðuna hvernig fráfarandi skólastjóri hefði staðið sig og svo var talað þurfum við einn skólastjóra eða þurfum við aðrar áherslur, þurfum við svona skólastjóra og hinsegin skólastjóra, þetta var bara rætt og það var engin atkvæðagreiðsla á slíkum fundi heldur, það bara, síðan bara tekur skólaráðið það með sér inn í sína vinnu og síðan var auglýst eftir umsækjendum. Skólaráðið valda einhverju leyti úr þá umsækjendur sem hún taldi vera hæfasta til starfsins og þeim var síðan boðið að koma á annan foreldrafund sem haldinn var síðar þar sem þeir fengu að kynna sig og sínar áherslur og síðan var rætt það bara svo eftir að þeir voru farnir þá var rætt það á foreldrafundunum, engin atkvæðagreiðsla en skólaráðið tók, sem sjálfsögðu skipa foreldrum, tók þetta með sér inn í sína vinnu og réð síðan skólastjóra í framhaldi af því og þetta fyrirkomulag er iðkað mjög víða á Englandi og líka í vesturheimi og þetta held ég sé til fyrirmyndar. Þarna er ekki beinlínis farið út í atkvæðagreiðslu en það er svona foreldrar eru svo sannarlega virkjaðir í ferlinu og það held ég að sé mjög mikilvægt. Auðvitað er það svo að ef við innleiðum slíka nýjung hér í þetta kerfi hjá okkur að ég held að verið misjafnt með hvaða hætti skólandi komið til að nýta sér það. Í flestum skólum Reykjavíkur eru að mínu mati mjög virk foreldrafélög sem myndu nýta sér þetta ákvæði og halda slíka fundi en ekki þó í öllum. Í nokkrum skólum eru foreldrafélögin ekki mjög virk og ég er ekki viss að þau myndu nýta sér þessa heimild. En það verður þá bara líka allt í lagi. Það er talað heimildarákvæði. Ég held að slík breyting yrði í heild til þess að styrkja starf foreldrafélaga í borginni, gera þau öflugri, gera þau máttugri og auka skólamála umræðu innan þeirra. Það er nefnilega svo að foreldrar sem eru framalega í foreldrastarfi í Reykjavík, þeir finna gjarnan að því að það eigi sér stað of lítil skólamála umræða meðal foreldra. Sumir jafnvel kvartaði því að sumir skólastjórar í borginni, þeir vilji helst ekki að foreldrar taki þátt í slíkri skólamála umræðu innan veggja skólans. Fyrir þá sé foreldrasamstarf eitthvað slíkt þar sem foreldrar komi og taki þátt í jólafundri eða halda vorhátíð, eitthvað slíkt, en eigi helst ekki að ganga lengra. Og ég tek það fram að mér finnst það hafa orðið mikil breyting til batnaðar meðal flestra skólastjóra í Reykjavík hvað þetta varðar. Mér finnst þróunin vera í rétta átt. Ég held að flestir skólastjórar í Reykjavík þeir ýti undir skólamálumræðum meira foreldra frekar en hitt. Og þess vegna held ég að sé bara gott að borgaryfirvöld komi hér til viðbótar og hvetji foreldrafélögin til dáða í þessum efnum. Og nú er það eiginlega svo að í þessari tillögu, hér er talað hér í tillögunni lýst ákveðnu ferli sem getur átt sér stað í þessum málum. En það ber þó að taka það fram að nú þegar þá er foreldrafélögum mega sjálfsögðu hafa álit á því hvaða umsækjendur valin í viðkomandi skóla og þau hafa sum gert það með ákveðnum hætti. Þau hafa reyndar ekki aðgang að neinum upplýsingum, þau hafa aðgang að því í rauninni hverjir umsækjendur eru. Það er uppgefið áður en ráðningar á sér stað og sum foreldrafélög hafa farið út í það að kynna sér umsækjendur, rætt jafnvel við þá og sent síðan pósta til okkar til stjórnmálamanna það hver þau til að vera heppilegastan. Ég held að í staðinn fyrir að slíkt ferli sé eitthvað óljóst og fari eftir frumkvæði hvers foreldrafélags, þá held ég að við eigum að hvetja foreldrafélögin til dáða þessum efnum og gefa og samþykkja einhvers konar lýsingu á því hvernig þetta samstarf getur átt sér stað. Og það myndi þá felast í því að foreldrum eru gefnar upplýsingar umsækjendur, helstu upplýsingar, ég er ekki að tala einhverjar miklar upplýsingar, helstu upplýsingar, og síðan geti foreldrafélög skipulagt fundi, hitt þessa umsækjendur á máli og heyrt sín þeirra á starfið. Og ástæðan er þetta svo að þetta er eitthvert mikilvægasta starf
sem borgaryfirvöld ráða í. Það þarf ekkert að lýsa því hér fyrir borgarfulltrúum að skóla- og frístundasvið, skólareksturinn í borginni tekur til sín langmestan hluta skatttekna borgarinnar. Það mikilvægt að honum sé vel farið og ég held að sé þannig að það sé hægt að þróa þetta starf áfram og gera það faglegra og markvissara eftir því sem fleiri augu hvíla á því að svo má segja. Og þá á ég við bara í jákvæðu tilliti því að ég hafa minnst kosti reynt foreldrafélögin í borginni að því, þeirra sem eru mjög virk, að því að í yfirgnæfandi meirihluta tilvika koma þau með jákvæða hvatningu til okkar stjórnmálamannanna og jákvæða hvatningu til viðkomandi skólastjórnenda. Og skólastjóraráðningar geta verið umdeildar. Það hafa nýlega átt sér stað skólastjóraráðningar í borginni sem hafa orðið mjög umdeildar og foreldrar hafa kvartað yfir og þá kvartað yfir því að hafa ekki fengið að koma að ráðningunni þegar hún átti sér stað. Þeir hafa fullyrt að þeir, til dæmis í nýlegri skólastjóraráðningu, þeir hefðu svo gjarnan viljað koma ábendingum til stjórnmálamanna áður en hún átti sér stað. Ábendingum sem skipti ekki máli hvort er komið til skila þegar ráðningin hefur átt sér stað. Og þegar maður lítur við þróunina erlendis í framsæknum skólakerfum sem við getum lært af, skólakerfi sem skila meiri árangri heldur en við erum að skila, því að svo sannarlega má okkar skólakerfi skila meiri árangri, þá er það eitt sem maður tekur eftir í slíkt kerfi, að það er miklu meira og betra samráð við foreldra, til dæmis skólastjóraráðningar, og foreldrafélög eru beinlínis hvött til þess að fylgjast með skólastarfinu og eiga virkt samtal við skólastjórnenda annars vegar og pólitíkusa í viðkomandi sveitarfélaga hins vegar. Og mér fannst í rauninni, eins og ég segi, mér finnst þessi mál hefði mátt þróast hraðar og betur hér í síðustu 10-15 árin en þau hafa gert. En mér fannst ágætt að lesa það í samstarfsyfirlýsingu Besta flokksins og Samfylkingarinnar sem var birt fyrir tæpum 4 árum, að þá er sérstakur kafli lýðræði og þátttöku og þar segir, með leyfi forseta: samráð verði haft við íbúa og foreldra í skipulags-, umhverfis- og skólamálum, það gert markvissara og stutt við aðkomu þeirra að lykilákvörðunum. Og ég vil bara segja eins og ég er alveg fullkomlega sammála þessari klásúlu í samstarfsyfirlýsingu Besta flokksins og Samfylkingarinnar, núverandi meirihluta. Mér finnst hins vegar því miður að þessi meirihluti hafi mjög lítið farið eftir þessu ákvæði á kjörtímabilinu og því er svo sannarlega komin tími til að bæta úr og reka sér sliður orð í þessu skyni og ég held að gott tækifæri til þess gæti verið að samþykkja tillögu okkar borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Það er mín skoðun að minnsta kosti að eins og ég rakti hér áðan að það séu ekki til öllu meiri lykilákvarðanir í skólastarfi heldur en skólastjóraráðningar. Skólastjórinn, hann er leiðtoginn í viðkomandi skóla. Hann á að, þar sem vel tekst til, þar leiðir hann góðan hóp kennara og annarra starfsmanna áfram í einu liði, einu heild, leiðir líka nemendur í skólanum og með vissum hætti má segja að ýmsir skólastjórar hér í borginni sem hafa staðið sig mjög vel, þeir séu ekki bara skólastjórar í viðkomandi skóla, þeir séu nánast leiðtogar í viðkomandi hverfi. Það má nefna góð dæmi þar að lútandi. Þess vegna held ég að það sé alveg til fyrirmyndar að við skólastjóraráðningar í framtíðinni þá sé stutt við, þá sé farið í samráð við íbúa með þessum hætti. Það hænufett sem meirihlutinn steig síðastliðið haust í skóla- og frístundaráði, eflaust í góðri trú og í góðri meiningu við að reyna að koma eitthvað til móts við tillöguflutning okkar sjálfstæðismanna, hann gengur allt of skammt. Þetta hefur aðeins verið til umræðu auðvitað meðal foreldrafélaga og ég hef verið í sambandi við formum foreldrafélaga út af þessu. Það dettur engum í hug að það sé í alvöru verið að auka samráð við foreldra í borginni skólastjóraráðningar með því að gefa þeim kost á að hitta embættismenn á skóla- og frístundasvæði og ræða við þá áður en auglýsingin er útbúin. Því miður. Auðvitað og slíkt tekkist, ég veit ekki til að slíkt tekkist erlendis.
Ég held að þurfum því ekki að vera einhverju svona rauninni sem ég fannst þessi tillaga að vera, bera vottun sýndarmennsku í þessu skyni, heldur miklu frekar að líta til þess samráðs sem á sér stað í mörgum þeim skólakerfum sem við viljum bera okkur saman við og þess vegna skora ég á meirihlutann að samþykkja tillögu okkar sjálfstæðismanna hér í dag og stíga þar með alvöru skref til aukins samráðs við foreldra í borginni. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og þá borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir næst á mælendaskrá. Kæri forseti, kæru borgarfulltrúar og aðrir góðir sem gætu verið að hlusta. Nú, tillagan sem hér ræður vissulega eins og borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon nefndi í takt við það sem hefur verið til umræðu á kjörtímabilinu, þá sérstaklega innan veggja skóla- og frístundaráðs. Ég tel að sú tillaga sem var samþykkt á sínum tíma í skóla- og frístundaráði sé í góðum farvegi og að aðkoma foreldra að skólamálum sé bara með hinu besta móti. Og ég vil byrja á því strax að segja að ég auðvitað algjörlega fylgjandi auknu og miklu foreldrastarfi. Ég tel til dæmis að SETA Samfok, sem eru fulltrúar grunnskólabarna í Reykjavík, skiptir miklu máli fyrir ráðið og þau eru ráðgefandi sem áheyrnarfulltrúar og eins núna mjög öflug ný samtök á vegum leikskólabarna, þannig að það má enginn misskilja það að okkur þykir svo sannarlega mikilvægt að foreldrar séu í auknu mæli með okkur. Nú, eins og borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon kom inn á að þá lögðu fulltrúar skóla- og frístundaráðs fulltrúa Sjálfstæðisflokksins tillögu á sínum tíma í ráðinu. Á sama fundi lagði þá fram skóla- og frístundaráðs fulltrúa Besta flokksins og Samfylkingarinnar breytingatillögu og ég lesi hér hana með leyfi forseta. Skóla- og frístundaráð samþykkir að fela sviðsstjóra að koma með tillögur til skóla- og frístundaráðs að því hvernig aðkoma foreldra að ráðningarferli stjórnenda geti aukist frá því sem nú er. Lagt til að 1. Fulltrúi frá hagsmunasamtökum foreldra taki þátt í tillögugerðinni. 2. Skoða verði hvernig aðkoma foreldra að ráðningarferli stjórnenda skóla háttað í nágrannalöndum. 3. Tillögurnar geti átt við ráðningar í leikskóla sem á grunnskóla. 4. Litið verði til þeirra hugmynda að aukinni aðkomu foreldra sem framkoma í upprunalegri tillögu en að sviðsstjóri sé óbundinn af þeim. Sviðsstjóri geti jafnframt komið fram með aðra tillögur en þær sem getið í upprunalegri tillögu. 5. Allar tillögur verði unnar náið með lögfræðingi skóla- og frístundasviðs og tryggt sé að farið sé að lögum ráðningu stjórnenda. Breytingatillagan var samþykkt. Nú og í framhaldi af þessum fundi þá fór mikil vinna af stað og í júní 2013 þá var skilað hérna ágætri skýrslu sem heitir Aðkoma foreldra að ráðningum skólastjórnenda í leikskólum og grunnskólum Reykjavíkurborgar. Nú, eina og aðal tillaga þessa starfshóps, og ég tek það fram að þar sátu fulltrúar Samfok, sem ég nefndi hér áðan, eru fulltrúar foreldra. Tillaga starfshópsins í rauninni gengur út á það að aðkoma foreldra að ráðningum stjórnenda í leik- og grunnskólum verði í gegnum skólaráð og foreldraráð og að aðkoma skólaráðana og foreldraráðana verði skilgreind í sérstöku verkferli. Og það rétt sem að fram hefur hér komið að það sem að var lagt til að foreldrar hafi það að segja hvernig stefnumótun, hvers konar skólastjórnenda maður vill fá inn í skólan. Í þessari skýrslu sem ég svo sem ætla ekki að fara alveg yfir mjög skýrt verkferli þar sem að sest niður með foreldrum og skólaráðum. Og skólaráð foreldráð skuli sem sagt koma með formlegum hætti að gerð auglýsinga stöður stjórnenda í grunn- og leikskólum. Og þar hafa þau þá tækifæri til að fara yfir þá áhersluþætti sem skólinn, sem þau vilja hafa í skólanum og það skal það dregið fram í auglýsingu. Einnig skulu koma fram lýsingar og helstu verkefni stjórnenda og hvaða hæfniskröfur skulu gera umfram þar sem kemur fram í lögum og kjarasamningum. Ég held að þetta sé mjög mikilvægt og þarna geta til dæmis skólaráðið eða foreldraráð komið inn á það ef að skólinn hefur verið sérstaklega lagt mikla áherslu til dæmis á lýðheilsu og heilsueflingu, að þá auðvitað mjög mikilvægt að skólastjórinn komi inn á það. Eins skólar sem kannski hafa lagt áherslu á útikennslu, að þar hafa sömuleiðis foreldrar áhrif til að taka það sérstaklega fram að óska sig eftir slíkum stjórnanda. Nú,
Ég held að það kom líka ljóst, það var alveg ljóst í flutningi fulltrúa Samfylkingarinnar og Bestaflokksins innan veggja skóla- og frístundaráðs að í rauninni vorum við ekki sammála í meginatriðum og í rauninni töldu fulltrúar meirihlutans að í raun ættum við að fara í hina áttina og okkur þætti í rauninni kannski bara ekkert eðlilegt að yfir höfuð væru ráðningar stjórnenda inn á borði skóla- og frístundaráðs. Það hefur stundum verið óvíst sumir halda að grunnskólalög mæli þannig fyrir að menntastofnun eða skóla- og frístundaráð í okkar tilviki í Reykjavík að við verðum að gera þetta samkvæmt grunnskólalögum. En það er í rauninni samþykkt að hvert sveitarfélag geti farið eftir því og haft ráðið því í rauninni hvernig það ferli fyrir fram. Þannig að það er umhugsunarvert hvort við séum að fara í þá leið eða hvort við séum að ganga lengri í hina áttina og það er í rauninni það sem við höfum talað um. Við í meirihlutinu teljum að ráðningar skólastjóra og bæði í leikskólum og grunnskólum sem á góðum stað í höndum fagaðila og fögnum því að foreldrar séu komnir samt meira inn á borðið þegar kemur að því að velja og að gera auglýsingu og þar með taka fram hvaða stefnu maður vill fara í. Mér finnst líka alltaf mikilvægt að taka það fram að því að mér finnst borgarfulltrúinn tala pínu að núna í meirihlutin hérna að við sem að stíga hænuskref til að mæta tillögu sjálfstæðismanna. Ég tel frekar að vera sem að stíga stórt skref til að mæta þörfum foreldra og barna í borginni. Og það finnst mér mjög mikilvægara. En með það í huga að við höfum kannski ekki verið í meginatriðum sammála framhaldið, þar að segja við teljum ekki að foreldrar eigi að þessi hugmynd að skólastjórar komi og kynni sig og foreldrar síðan sitji og vissulega er það ekki kosningi en einhvers staðar í höfðinu fer fram engun á frammistöðu skólastjóra og við teljum að það sé ekki rétt. Það er gott að segja það að Samfók lagði fram tillögu það að skerpa þyrfti á hlutverkum skólaráða og þar vorum við alveg sammála og skóla- og frístundaráð samþykkti samhljóða þá hugmynd og núna er það í vinnslu enda á það bara að vera hluti af þjónustusamningi við skóla- og frístundasvið að skólaráð hafi skarpara hlutverk. En eins og ég segi, ég held að við getum algjörlega verið sammála hérna öll að foreldrar eiga svo sannarlega hlutverk að gegna þegar kemur að því að börnunum okkar líði vel í skólunum og hafa heilmikið að segja hvernig skólarnir eigi að vera. En hvort að ráðningar eigi með beinum hætti að vera í höndum foreldra erum við kannski ekki í meginatriðum sammála Þess vegna lít ég svo á að við hér í dag getum ekki fallist á að samþykkja þessa tillögu. Þá hefur borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir næst á mælendaskrá. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég ætla nú ekki að hafa mörg orð þessa tillögu, vil þó segja að ég er ósammála þessu uppleggi og mun ekki greiða atkvæði með tillögunni. Mér finnst samt full ástæða til þess að skoða aðeins ráðningar skólastjóra bara eins og ráðningar almennt hjá borginni og mér finnst mjög einkennilegt að þessi tillaga skuli lúta að þessu eina starfsheiti á 8.000 manna vinnustað. Að það eigi einhvern veginn að fara fram meint lýðræðislega mögulega kosning eða ég veit ekki að fólk eigi að hafa meira það að segja hvernig skólastjórar eru ráðnir heldur en til dæmis kennarar eða forstöðumenn frístundamiðstöðva eða forstöðumenn listasafna eða forstöðumenn sundlauga, sturtuverðir og svona gæti ég lengi talið. Allt þetta fólk hefur mjög mikil áhrif á líf okkar, daglegt líf okkar allra hérna í borginni. Það skiptir mjög miklu máli að við séum með gott fagfólk í öllum þeim störfum sem við erum að ráða í, en að fela einhverjum ákveðnum hópum að ráða í þessar stöður finnst mér ekki eðlilegt og ég get ekki samþykkt að foreldrar eiga að hafa meira vægi þegar kemur að því að ráða skólastjóra heldur en aðra. Við getum allt eins bara
velti fyrir okkur hvort að sundlaugagestir ættu þá ekki að fá að veita umsagnir og halda opna fundi með þeim sem að kemur til greina sem forstöðumenn sundlauga. Ég meina við getum tekið þetta alla leið og farið bara í þetta. Sama með, sko, ég meina ef það er verið að tala alla skóla í borginni, þá erum við líka að tala leikskólastjóra. Það eru mjög margir leikskólar í Reykjavík og þar er starfsmannaveltan meiri heldur en í grunnskólunum. Þetta getur bara orðið mjög flókið og snúið og ég er ekki viss að það er til góðs. Ég treysti fagfólki borgarinnar til þess að ráða fólk til starfa og ég vil geta gert það áfram. Hitt svona mál að það að þetta sé pólitísk ráðning eins og skólastjórar eru ráðnir í dag, þá eru þeir pólitískt ráðnir og það er rangt. Ég er algjörlega ósammála því að skóla- og frístundaráð eigi að koma að ráðningu skólastjóra. Við fengum athugasemd frá úttektarnefnd Reykjavíkurborgar. Eitt af því sem kemur þar fram er gagnrýni á samþykktir borgarinnar þegar kemur að því að ráða skólastjóra. Og núna er forsætisnefnd að vinna með viðbrögð við þeirri gagnrýni meðal annars og mér þætti mjög eðlilegt að við myndum bara endurskoða samþykktina fyrir skóla- og frístundaráð með tilliti til þess, en ekki þannig og við ferum að fela einhverjum öðrum að ráða og ég veit að nú mun ég örugglega að fá mig ásakanir fyrir að vera að snúa út úr að ég sé að tala um að foreldrar að ráða. Ég geri mig grein fyrir það til að hann hljóðar ekki upp á það að foreldrarnir eigi að ráða skólastjórana, en það er verið að leggja til að foreldrar hafi meiri áhrif á það hvernig og hvaða skólastjórar eru ráðnir heldur en aðrir starfsmenn og því er ég ósammála. Í rauninni hef ég ekkert mikið meira um þetta að segja. Ég skil ekki almennilega hvað borgarfulltrúinn gengur til með þetta. Hann hélt nú alveg langa ræðu þar sem hann var að reyna að rökstyðja mál sitt, en ennþá skil ég ekki af hverju þetta er og hefur verið í svona ofboðslega langan tíma hjartans mál hjá borgarfulltrúanum að hafa meira áhrif á ráðningu skólastjóra heldur en annars starfsfólks borgarinnar. Mér þætti vænt að borgarfulltrúinn myndi bara útskýra það nánar hvað það er sem honum gengur til og hvort að hann væri þá til í að velta því fyrir sér að forstöðumenn sundstaða, forstöðumenn frístundaheimila, forstöðumenn frístundamiðstöðva, forstöðumenn félagsmiðstöðva, félagsmiðstöðva fyrir aldraða. Ég geti tekið fleira sviðsstjórar, skrifstofustjórar, fjármálastjórar, mannréttindastjóri. Allt þetta fólk er fólk sem skiptir mjög miklu máli og það væri gott ef að borgarbúar hefðu þá mögulega meira að segja um ráðningu þessara einstaklinga. Ég veit ekki, ef það er þannig með skólastjóra, þá ætti það að vera með öll þessi embætti líka. En eins og ég segi, ég treysti fagfólki borgarinnar til að ráða hæfustu einstaklingana hverju sinni og ég vil að þannig verði það. Það er borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Já, ég kem hér upp til þess að bæta aðeins í umræðuna þessi mál varðandi samráð við foreldra vegna ráðningar skólastjóra. Bara til upplýsingar fyrir borgarstjórn þá er almenn umræða þetta í skólafrístundaráði og þó að þessi fyrstu skref hafi aðeins verið samþykkt þá held ég að það sé nú frekar þverpólitísk samstaða það að foreldrar fái aðeins meira aðkomu að þessum ákvörðunum. Það sem hefur gerst undanfarin ár er að foreldrar hafa og í nokkrum tilfellum tekist á hendur að taka við nýjum skólastjóra sem kannski er með algjörlega allt aðra sýn búið að byggja upp í skólanum og andrúmsloftið sem búið að byggja upp í skólanum í samstarfi jafnvel við foreldra er í engum takti við nýjan stjórnanda. Þetta hefur gerst á undanförnum árum hér í Reykjavík og hefur verið rætt inn í skólanum og hefur þau áhrif þegar foreldrar koma ekki að þessum stóru ákvörðunum að þeir telji sig ekki hafa áhrif. Það er alltaf verið að tala við erum alltaf að tala að foreldrar hafi áhrif og að foreldrar að koma að skólastarfi. Við erum hér stöðugt að tala hvernig okkur gengur að lesa með börnin okkar og það sé verkefni foreldra og það verður að samráð við foreldra. En ef það er ekki raunverulegt samráð við foreldra þessar stóru ákvarðanir, þá er náttúrulega ekkert samráð neitt annað. Það sem er rosalega mikilvægt að okkur miði aðeins hraðar heldur en að við tókum þó út gott skref, en að miða aðeins hraðar að því að leiða foreldra að þessum ákvörðunum. Og það er smá svona, finnst mér hér í borgarstjórn
gagnrýni á þetta án þess að hafa hugsað þetta kannski í gegn, af því að hér er þessi tillaga mjög væg í raun og veru. Foreldrarnir eru hvergi að koma raunverulega að ráðningu, skóla- og frístundasvið er endanlegur aðili sem ræður, en umsagnir þeirra foreldra sem þó hafa áhuga á skólastarfinu hjá börnunum sínum geta komið fram. Og oft kemur upp í svona umræðu að þá verði það bara kverulantinn, pabbinn kverulantinn sem hefur áhrif á þessa umræðu, en þá er það að sjálfsögðu skóla- og frístundaráðs að takast á við þær ákvarðanir. En í þessu ferli kemur fram að foreldrar vilji sjá annaðhvort meira þverfaglega hugsun eða meiri list og iðngreinar og áherslur á minna heimanám og hvað sem þeir vilja, og krefst af foreldrunum að vera búin að stilla saman strengi. Það hefur verið gaman að sjá meirihluta borgarstjórnar kannski tala að samþykkja hluta af þessari tillögu. Ég vona að þið getið endurskoðað þá hugmynd mína að skoða að taka eitthvað hluta, eina eða tvær tillögur innan úr þessari fínu tillögu og nýta sér. En ég persónulega hef verið með börn í 3 erlendum skólum og í einum þeirra var ég þáttakandi í því að það þurfti að ráða skólastjóra, og þetta var alveg gríðarlega jákvætt gagnvart mér. Ég hafði ekki mikinn tíma til þess að sinna því að fara að hjálpa til í þessu verkefni, en stöðugt fékk ég upplýsingar að hverjir væru búnir að sækja hvaða bakgrunn og áherslur þeir höfðu, og svo komu þau nöfn sem voru valin, 3 bestu eða sem skólaráðið hafi valið. Þá í kjölfarið fengum við boð kynningu þar sem að foreldrarnir máttu hlusta á þeirra áherslur, og í rauninni var ráðningarnefndin bara að hlusta. En foreldrarnir var boðið og þá var bara nafnlaust kerfi í boði fyrir foreldra til að segja hvað þeim fannst. Síðan lauk þessum afskiptum foreldra, en bara tilfinningin gagnvart mér að ég mætti gera þetta og mætti segja mína skoðun var mjög mikils virði. Og ég held að það sé allt í lagi að stíga þessi skref áfram. Stefna skólans getur þannig haldið áfram eða breyst eftir því hvað foreldrahópurinn segir. Og sjálfstæði skóla er styrkt með því að þróun í einhverja átt getur haldið áfram, en það gæti líka verið í hina áttina ef að það er samdóma álit meirihlutans að minnka sjálfstæði skóla, þá er það einmitt til þess að auka miðstýringu og ráðningum. Þá er það góð leið til þess. Þannig að ég vildi kannski ítrykka það að það er ekkert hér sem að beinlínis er eitthvað hættulegt í breytingum og bara allt í lagi að prófa, og þó að væri ekki nema að gera tilraunaverkefni næst þegar að ráðið er. Nú eru margir skólastjórar að komast á svokallaða 95 ára reglu og tækifæri til að pröfa, og ég legg áherslu á það að meirihlutinn kannski stingi saman nefjum og velji 2 eða 3 úr þessari tillögu til að samþykkja sem breytingartillögu. Þá er borgarfulltrúi Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir lokið máli sínu og þá er borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn. Mér langar nú aðeins að blanda mér í umræðuna þessa athyglisverðu tillögu. Nú vil ég byrja á því að taka undir það sem fram hefur komið hér, að ráðningaferli skólastjórnenda er ekki fullkomið og mörgum þykir að það sé of pólitískt á kostnað fagmennsku, og síðan varðandi skólakerfið, að því við erum nú að ræða og frumvarpandi minntist nú aðeins á það svona í heild sinni, að við viljum bæta skólakerfið og auka skilvirkni kerfisins þannig að skili börnunum okkar betur upplýstum og helst að þau kunni að lesa og skrifa
og það held ég að ríki nokkuð pólitísk samstaða. En þá varðandi skólastjórnendurna og hlutverk þeirra og að því við erum nú að bera okkur saman við útlönd að þá hefur mér oft fundist skólastjórar vera stundum svolítið ósýnilegir í umræðu skólana og sem að hefur einhvern veginn víða erlendis verið öðruvísi farið. Þar er skólastjórinn oft andlit skólans út á við, fulltrúi skólans og þetta hefur mér oft þótt vanta upp á og ég tek undir það að vissulega er það af hinu góða að auka samráð og vægi foreldra í skólastarfi. Það er að segja að foreldrar hafi, og ég meina ég er talsmaður þess að foreldrar hafi eitthvað að segja hvaða menntun börnin þeirra er að fara að fá. Og ég hef til dæmis margoft bent á það hér að ég mundi til dæmis í samráði við son minn geta valið það hvort hann þarf að læra Norðurlandatungumál eða ekki og bara svona einfalt atriði til dæmis getur orðið mjög snúið og þetta segi ég bara já, þetta er út frá minni persónulegu skoðun og líka út frá minni persónulegu reynslu vegna þess að ég komst í svolítið svona sérstaka stöðu þar sem að þegar ég starfaði hér á Íslandi sem grínisti og gerði grín að dönskukennslu og þurfti síðan að eyða kvöldum við að segja börnunum mínum hversu mikilvægt væri að þau lærðu dönsku og þetta skapaði mér, ég skaut mér svolítið í fótinn með þetta en mér finnst þessi tillaga að mörguleyti hættuleg og ég tek ekki undir með borgarfulltrúa Þorbjörgu Helgu Vigfúsdóttur að þetta sé ekki það felist ekki í þessu nein hætta. Mér finnst felast í þessu nokkur hætta. Mér finnst að við eigum að reyna að stefna að faglegri ráðningu í eðlilegu samráði en mér finnst þessi tillaga fela í sér möguleika á því að auka pólitískt vægi, eða að segja gera ráðningu skólastjórnenda að meira pólitísku máli og ég held að við myndum kannski ákveðinn hátt skjóta okkur í fótinn með það. Eins og til dæmis segir í tillögunni með leyfi forseta jafnframt verði stjórn foreldrafélags heimilt að efna til fundar sem opinn verði öllum foreldrum viðkomandi skóla þar sem umsækjendum sem fullnægja kröfum til starfsins verði gefinn kostur á að kynna sig og stefnumál sín. Og ég til dæmis mér dettur í hug svona viðburður gæti mjög auðveldlega orðið einhverjum pólitískum skrípaleik og ég held að þetta gæti jafnvel orðið til þess að fæla hæfa umsækjendur frá vegna þess að þeir telja sig hugsanlega geta orðið fyrir einhverjum pólitískum árásum og tala nú ekki hafið þeir einhvern tímann áður til dæmis starfað innan stjórnmála og þeir óttist á einhverjum konar hefndaraðgerðir frá pólitískum andstæðingum sínum eða eitthvað svoleiðis. Og maður hefur svo sem fylgst með svona umræðu í útlöndum, þetta er sérstaklega verið rætt held ég í Bandaríkjunum, það sem þetta er oft kallað corporate takeover of democracy.
þar sem að á sér stað staðbundin íhlutun í lýðræðisleg mál í krafti auðs og valds, og það er sem sagt þá hreinlega verið að manipulera með það sem að fólk heldur að sé lýðræðislegt en er í rauninni manipulerað í krafti pólitískra áherslna, og það óttast ég í þessu að þetta gæti mjög auðveldlega gerst, og þess vegna get ég ekki samþykkt þessa tillögu. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon óskað eftir því að fara á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Það hefur verið athyglisvert að fylgjast með viðbrögðum meirihlutans og fulltrúa Vinstri grænna við þessari tillögu. Maður getur ekki sagt að þetta komi með öllum hætti á óvart vegna þessi umræði hefur svo sem átt sér stað á kjörtímabilinu í skóla- og frístundaráði, en það eru lokaðir fundur. Nú er rauninni svona kannski með skýrari hætti opinberast þessi sjónarmið sem var talað á lokuðum fundum í því ráði þegar þetta kemur hér inn í þá málstofu sem borgarstjórn er. En ég held að sé ljóst að það er mikill munur á milli Sjálfstæðisflokksins í þessu máli og hinna flokkana sem hér er í borgarstjórn, VG, Samfylkingar og Besta flokksins eða Bjartar framtíðar, ef maður má kalla þá vinstri flokka, þá eru kannski svona einhver munur á milli vinstri og hægri þá í þessu máli. Nú, og ég verð að segja, ég á erfitt með að skilja þetta. Ég hélt að stjórnmálin öll varu svona á leiðinni í þá átt að eiga fleiri samtöl við kjósendur, eiga fleiri samtöl við skattgreiðendur og fólkið í borginni þá hvernig borginni er stjórnað og hvernig er farið með skattfé borgarinnar. Ég ætla að taka það fram hér bara strax upphafi einu sinni. Það er ekki verið að tala um að fela viðkomandi foreldrafélögum sjálfa ráðninguna. Hún á eftir sem áður að vera í höndum skóla- og frístundaráðs. Það er eingöngu verið að tala um að rauninni kalla eftir og koma því ákveði ferli með hvaða hætti sé hægt að skila umsögnum skólastjóraráðninguna ef að viðkomandi foreldrafélag vill það. Tala um það er verið að kalla eftir fleiri umsögnum. Og ég held að engin borgarfulltrúi ætti í rauninni að víkja sér undan því, sama hvaða ráðningur er að ræða, að víkja sér undan því að fá umsagnir eða ábendingu um það hvers konar fólk á ráði viðkomandi stöðu. Fulltrúi Sóley Tómasdóttir, fulltrúi Vinstri grænna, hún tók strax fram að hún var alveg á móti og lýsti þessu við það að það verði þá bara hægt að efnast til slíks samráðs varðandi ýmsar fleiri stöður í borginni, og hún nefndi alveg frá forstöðumanni listasafns og allan skalann, nefndi hérna meðal annars sturtuverði, og hér er auðvitað mjög ólíku saman að jafna. Það er kannski ekki að því að í einhverjum tilvikum að efna til meira samráðs ráðningu slíkar stöður. Maður auðvitað veltir fyrir sér, það er alveg þekkt út í heimi. Það er alveg þekkt út í heimi að það sé meira samráð þegar það verður ráða yfirmenn í borgarrekstri. Jafnvel kosið það í sömu löndum. Það er með þess að tíðkast held ég enn að kjósa lögreglustjóra og saksóknara, slíka toppembættismenn. En ég held að þróunin hafi ekki verið í þá átt erlendis að kjósa störf eins og forstöðumenn listasafna eða baðverði eitthvað slíkt. Hér eru pólitísk ráð hér eru starfandi borgarstjórn sem síðan kýs í fagráð sem eru skipuð borgarfulltrúum og öðrum kjörnum fulltrúum sem móta til stefnu. Varðandi það að kjósa menn sem forstöðumenn sundlauga eða sturtuverði, þá eru sundlaugarnar eru þjónustustofnun með pólitíska stjórn yfir sér sem mótar stefnuna svona í aðalatriðum. Það hefur ekki verið sérstök hvatning í þá átt til þess að hver sundlaug fyrir sig
mótaði sér sína eigin sjálfstæðu stefnu, það mætti kannski alveg ræða hana. Hins vegar hefur það verið hvatning í þá átt síðustu 25 árin eða svo að skólar borgarinnar verði sjálfstæðari, að skólar, hvort sem þeir eru sjálfstæðreknir skólar eða borgarreknir skólar, þá hafa þeir verið hvattir markvisst til þess síðustu 25-30 árin eða svo að skapa sér einhverju leyti sérstöðu, verða sjálfstæðir í sínu störfum, í sínu faglega starfi og ég hygg að sú stefna hafa mörgu leyti tekist vel. Sú stefna hefur líka verið ríkjandi í mörgum lýðræðisríkjum erlendis, ríkjum með gott menntakerfi og þar hafi verið stigin skref til þess að auka samráð vegna ráðningar skólastjóra. Jafnvel kosningu þá, það er ekkert verið að leggja slíkt til hér, en þetta geta menn séð bara að þau kynna sér málin, skoða þetta í útlöndum. Það er mikill fróðleikur þetta á netinu sem er auðvelt að finna. Ég hef legið hans yfir honum og þar sér maður að yfirgnæfandi meirihluti þeirra sem fjalla þessi skólakerfi þar sem slíkt gert, þeir telja þetta vera mjög til bóta. Og hér komið fram ýmsar hrakspár það, bæði hjá borgarfulltrúa Sóleyju Tómasdóttur og Evu Einarsdóttur og svo borgarstjóra sjálfum að þetta verið flókið og snúið. Það var komið ýmsar hrakspár það hvað yrði ef þetta yrði gert. En ég get bara glatt fólk með því að ef maður kíkir á þennan fróðleik sem er að finna á netinu þessar slíkar ráðningar og slík kerfi, að það er ekki slíkt nefnt. Ég gat ekki fundið neitt það að slíkir fundir sem hér er verið að leggja til, þeir hefðu snúist upp í eitthvað corporate takeover eða manipulering í krafti pólitískra áherslna eða menn eins og borgarstjóri gaf í skyn að menn myndu ryðjast inn á þessa fundi í krafti auðs og valda og reyna að leggja það undir sig. Þetta er bara alveg fráleitar athugasemdir við þessa tillögu. Þetta er málefnaleg tillaga að auka samráð við foreldra vegna skólastjóra ráðninga, aðferð sem hefur gefist vel í fjölmörgum löndum heimsins, lýðræðislegum löndum og ég veit ekki nokkur dæmi þess að hlýtur bara að vera enn eitt gríni hjá borgarstjóra að reyna að gefa það í skyn að einhverjar aðilar myndu ryðjast inn á slíka fundu og taka þá yfir eins og hann talaði hér að myndi gerast. Eins og sagði borgarstjóri í upphafi ræðu sinnar sem mér fannst vera mjög gott. Hann sagði að við ættum að stefna að meira samráði í skólamálum og jafnvel við ráðningar skólastjóra. Og það verður gaman að heyra það frá borgarstjórunum hvert hann telur það við eigum að stefna, hvernig á það að auka samráði eins og hann talaði að hann vildi gera. Reyndar talaði borgarfulltrúin Eva Einarsdóttir, hún talaði í þveröfuga átt. Hún talaði, ég heyri ekki betur á henni en að hún vildi frekar fara hinni leiðina, frekar draga úr þessu vægi, þessari tengingu sem kjósendur hafa þó að ráðningum í gegnum pólitískt skipað ráð sem er kosið af borgarstjórn sem er kosin af fólkinu og mér heyrist að vera miklu ofar í hennar huga hvort það ætti ekki frekar að fara í hinn áttina og ráðningar verða á góðum stað. Ég held að sé mjög mikilvægt að við eigum hér í þessum sal mjög gagnrýna umræðu skólakerfið, stöðugt. Af því skólakerfið í Reykjavík má svo sannarlega bæta og ég held að þetta sé einn af þeim þáttum sem við þurfum að virkilega eiga gagnrýna umræðu og velta því fyrir okkur hvort að þarna sé ekki æskilegt að fara eftir fyrirmyndum erlendis frá, kerfi sem hefur gefist vel, þar sem markvisst reynt að markvisst foreldrar eru hvattir til þess að taka aukið þátt í skólastarfi barna sinna og koma að slíkum lykilákvörðunum sem ráðning skólastjóra svo sannarlega er. Tek undir með Þorbjörgu Helgu Vigfúsdóttur borgarfulltrúa og hún sagði að mikið væri talað hér á þessum sal að foreldrar hefðu áhrif á skólastarf og takið þátt í því, en það væri lítið gert. Það hefur lítið gerst í skólamálum á kjörtímabilinu, sérstaklega þegar kemur að því að þróa samstarf áfram við foreldra. Þannig að það má jafnvel halda því fram að það sé aftarlega nú heldur en í upphafi kjörtímabilsins. Og mér fannst það skrítið að hver borgarfulltrúinn hér af öðrum sem kom upp áðan gaf í skyn að það væri hægt að tala það sem meiri fagmennsku að fá ekki umsagnir. Sem sagt að þessi tillaga sem hér liggur fyrir hnigi að því að draga úr fagmennsku við skólastjóra ráðningar. Það er bara alls ekki þannig. Það er bara gífurlegur misskilningur ef einhver telur að svo sé. Ég segi á móti, menn get ekki verið að draga úr fagmennsku með því að fá fleiri umsagnir. Hvernig geta menn verið að draga úr fagmennsku með því að leita álits foreldra á því
og biðja þá að gefa ábendingur það hvernig skólastjóra þeir vilja sjá í sínum skóla. Mér finnst alveg ótrúlegur öfugsnúningur að halda því fram. Ég vil miklu frekar halda því fram að það felist í því meiri fagmennska, það sé meiri fagmennska og geti skilað betra skólastarfi að óska eftir slíku samráði, óska eftir samráði sem víðast við þá sem eiga mikið undir umræddri ráðningu og að sjálfsögðu eiga foreldrar í viðkomandi hverfi og börnin þeirra, þau eiga þetta mest undir slíkri ráðningu, ekki borgarstjórn eða embættismannakerfið, heldur þeir sem borga skattana og þeir sem senda börnin sín í skóla. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu. Það var nokkri beðið að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans og þá er það fyrstur sem gerir slíkt, það er borgarstjóri. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn, mér langaði nú bara að koma hérna upp í stutt andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Mér langar að benda á það mér heyrðist í orðum borgarfulltrúa Kjartans Magnússonar að hann kallaði bjarta framtíð stjórnmálasamtökin vinstri flokk en þau kuð vera frjálslyndur miðjuflokkur og vera meðlimur í alþjóðlegum samtökum frjálslyndra flokka í Evrópu eða ALDE. Þannig að það sé leiðrétt. Varðandi það að það sé ósennilegt og óþekkt að stjórnmálaflokkar í krafti valds og auðs planti fólki í ráð og nefndir og opin félagasamtök, þá er það alls ekki langsótt og hefur, held ég, margoft gerst og hefur jafnvel verið gert með nokkuð árangursríkum og skipulögðum hætti og í þeim tilgangi að ná pólitískum yfirtökum í viðkomandi ráði, nefnd eða félagsskap. Takk fyrir. Þá hefur borgarstjóri lokið við það að veita andsvar og þá veitir andsvar borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir við ræðu borgarfulltrúans Kjartans Magnússonar. Já, ég kem hérna upp, borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon talaði það að ég vildi fara í hina áttina, það er að segja í mínu máli talaði ég það að við ættum alvarlega að skoða það hvort það væri yfir höfuð eðlilegt að skóla- og frístundasvið, þá verandi leiðandi fyrir menntastarf í borginni, að það eigi að samþykkja ráðningar. Það var það sem ég spurði og eins kom borgarfulltrúinn Sólveig Tómasdóttir inn á það að úttektarnefndin hefði gert athugasemd við það og þess vegna finnst mér það vert að skoða hvort það sé kannski barn síns tíma. Mér fannst leiðilegt að heyra það að þegar borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon sagði það að ekkert hefði gerst í foreldrasamstarfi á þessu kjörtímabili, þá vil ég minna á að skóla- og frístundaráð sem hann situr í veitti fullt af þróunarstyrkjum í fyrra, sérstaklega í foreldrasamstarf. Við höfum unnið mjög náið með Samfok og nýlega var stofnað nýtt og öflugt foreldraráð fyrir leikskólabörn sem nýverið var veitt líka styrkur í. Þannig að já, vildi bara koma því að. Þá hefur borgarfulltrúi Eva Einarsdóttir lokið við það að veita andsvar og þá er borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson næstur á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætlaði að blanda mig stuttlega í þessu umræðu. Ég sýnist þetta vera þannig að í lok árs 2012 var flutt tillaga af hálfu Sjálfstæðisflokksins í skóla- og frístundaráði tiltekna aðferð við þátttöku foreldra í ráðningu skólastjóra. Við því var brugðist með því að setja á fót hóp sem horfði til fordæma erlendis, sem lagði mat á það hvernig aðkoma foreldra gæti verið sem best og að þessu starfi voru ekki bara kallað fólk af skóla- og frístundasviði, heldur líka skólastjórar, leikskólastjórar eða fulltrúi þeirra, fulltrúi barnanna okkar sem eru hagsmunasamtök foreldra í leikskólum, fulltrúi Samfoks og síðan var tillögum skilað. Og hvað eru tillögurnar? Þær eru einmitt
á þann veg að þær koma býsna vel til móts við þau markmið sem að borgarfulltrúi Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir fór hér yfir. Það er að segja að tryggja aðkomu foreldra áður en gengið er frá starfsauglýsingu þegar skólastjórastörf er að tefla og þannig að kannski girða fyrir að sérkenni skóla og hlutir sem að skóla og foreldrasamfélagi vill halda í glatist ekki á frumstíði þegar verið er að auglýsa eftir nýjum skólastjóra. Og hér er teiknaður upp ferill sem að er í 5 liðum og er býsna skýr í tillögum starfshópsins sem nú hefur verið samþykktur og er auðvitað á frumstigi að fara eftir. En það sem við erum að gera hér í þessum sal, hvað er það? Erum við að ræða tillöguna sem mótaðist í þessu samráði með hliðsjón af því hvernig þetta er best gert erlendis? Erum við að ræða kost og galla á henni eða velta fyrir okkur hvernig þetta muni reynast í framkvæmd? Nei, hér er verið að endurflytja upphaflegu tillöguna sem flutt var og var kveikjan að þessum ferli og ég bara skil þetta ekki alveg vegna þess að niðurstaðan eins og skóla- og frístundaráð hefur samþykkt hana byggir á þessu samráði og mér finnst svo undarlegt og það væri raun mjög undarleg skilaboð af hálfu borgarstjórnar til fulltrúa skólastjóra í leikskólum og grunnskólum, til fulltrúa foreldra í leikskólum og grunnskólum eftir þetta samráð að láta bara eins og þessi starfshópur hafi ekki verið til, eins og þessi niðurstaða sem hann er búinn að raða sig niður á, skipta engu máli og fara bara að samþykkja upphaflegu tillöguna sem er búið að vinna vel og lengi með og ræða til niðurstöðu. Þá værum við að hæðast að samráðinu sem átti við sér stað og mér finnst með öðrum orðum tillögur starfshópsins ná býsna vel utan markmiðin sem að borgarfulltrúi Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir fór hérna yfir og mér fannst fátt í ræðu framsögumanns tillögunar Kjartans Magnússonar borgarfulltrúa bæta einhverju við eða fela í sig gagnrýni á þann ágæta feril sem á að tryggja núna aðkomu foreldra og mér leið eiginlega bara eins og það væri frekar einhvers konar tilraun til svona einhver leit að ágreiningi á sviði skólamála eða þá það ætti að breiða yfir að hér hefði verið stigið eitthvað jákvætt skref í því að foreldrar kæmu að ráðningum skólastjóra eða ég veit eiginlega ekki hvað og ég óska eiginlega eftir því að það sé útskýrt hvers vegna ætti að líta framhjá þessum ferli sem hefur verið teiknaður upp í samráði við fulltrúa skólasamfélagsins og foreldrasamfélagsins. Er einhver ný rök sem hafa komið fram eftir að þessari niðurstöðu var náð og af hverju er gamla tillagan sem núna er endurflutt óbreytt en var ekki niðurstaðan í þessu samráði, af hverju er hún betri heldur en sú sem byggir á samráði við fulltrúa foreldra og skólasamfélagsins? Þá hefur borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson lokið máli sínu og þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon beðið orðið. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég er álegginn ágæta borgarfulltrúa Degi B. Eggertsssyni að kynna sér málin aðeins betur áður en hann kemur upp og fullir þennan feril. Þessi ferill hefði að vísu mátt vera einfaldara á þessari tillögu en ég ætla bara að taka fram það var ekki lok árs 2012 sem þessi tillaga var flutt heldur í ársbyrjun, mars ef ég man rétt og sú tillaga sem hér er flutt, hún hefur tekið breytingum. Það var sú tillaga sem var endanlega lögð fyrir skóla- og frístundaráð, hún var ekki eins og upphafleg tillaga, hún tók breytingum í ferlinu, hún var rædd á fundur ráðsins og var breytt eftir samtöl mín við embættismenn skóla- og frístundasviðs og borgarinnar og þannig að hún er ekki alveg eins og hún var í byrjun og var beturbætt. Og það er alveg rétt að máli var sett í ákveðin feril
En meirihlutinn kaus, ég óska eftir því að þegar þetta fari slíkan feril þá var eðlilegt að pólitíkusar, pólitíkusar ekki síst tillöguflytjandi sem ég sjálfur fengjum það aðkomu að þeim ferli, en það var ekki fallist á það á sínum tíma. Mér fannst svona ferli svona alveg miða því að taka tillöguna, taka hann inn í eitthvað starf sem svona embættismenn réðu að miklu leyti og einhvern veginn svona vangstífana. Það er alveg rétt að þar voru fulltrúar, minnst ef ekki tveir fulltrúar foreldra voru í þeirra vinnu en þar voru líka skólastjórar. Ég vil bara segja eins og að ég held að margir skólastjórar þeir óttist þessa tillögu, þeir vita hvað þeir hafa núna, þeir vita ekki hvað þeir fá þarna. Finnst kannski eins og það sé engin ástæða eða litlar ástæður til að hleypa foreldrum meira að þessari vinnu. Ég veit að minnst það er skoðun einhverra skólastjóra. Þessar hugmyndir sem felast í tillögunni, þær fengu svona í hreinskilni sagt, þær fengu ekki góðar viðtökur meðal embættismanna á skóla- og frístundasviði. Ég held að þeir sjá þetta meira eins og meirihlutin, þeir vilja frekar bara hafa mest það að segja hverjir sé ráðnir skólastjórar í Reykjavík án helst nokkurra utanaðkomandi afskipta, hvort sem það er frá foreldrum eða stjórnmálamönnum. Þannig að mér fannst þessi minna því miður vera svolítið þessu marki brennd og þessi litla breyting, þessi góða breyting sem borgarfulltrúi vitnar hér til að hafi komið út úr þessari vinnu, ég get alveg fallist á það að þessi breyting þetta er hænufet í rétta átt og við bókuðum það á sínum tíma að hún væri það og við varum ekkert á móti henni per se, en hins vegar fannst okkur að þetta væri bara enn eitt skiptið var í rauninni verið að fella góða tillögu frá minnihlutanum með því að koma með breytingartillögu sem gengur alveg örskammt og eins og ég segi, felur ekki í sér raunverulegt samráð við foreldra vegna ráðningar skólastjóra. Eina breytingin frá því sem áður er að fulltrúi í skólaráði eða foreldraráði fái tækifæri til að koma með tillögur hæfniskröfur og einstaka áhersluþætti fyrirhugaðar auglýsingar til viðbóta því sem lög gera kröfur Þarna er líka talað skólaráðið, eða skólaráð, bandstrik, foreldraráð, ég held að menn hafi átt við skólaráð. Ég vil þá lýsa þeirri skoðun minni að ég tel að það hafi verið slæmt þegar skólaráðin voru skipað á sínum tíma að foreldrar skyldu ekki hafa meirihluta þar. Í Danmörku er það þannig að þar hafa foreldrar meirihluta í skólaráði, en í þeim skólaráðum sem eru hér starfandi þar held ég að foreldrar hafi 2 fulltrúa af 9 og sem er auðvitað ekki að sama eins og er víða erlendis þar sem þeir hafa meirihluti í viðkomandi skólaráði. Þess vegna ræddu við sjálfstæðismenn að foreldrafélaginu yrði fengið þetta hlutverk. Ég líti ekki á þetta sem mikið valdi sjálfur sér, ég líti meira á þetta sem hlutverk og möguleika á að skila inn áliti, bara möguleiki á meira samráði. Það er ekki eins og ég tek alltaf enn aftur að taka fram, það er ekki verið að fela viðkomandi með tillögunni foreldrafélagi þetta ráðningarvald. Það er eftir sem áður í höndum skóla- og frístundaráðs og raunin hefur nú verið þannig að minnst kosti síðustu árin að það hefur verið tillaga er það runnin af embættismönnum og lögð fyrir ráðið til afgreiðslu. Ég man ekki eftir neinu dæmi þess að ráðið hafi breytt afgreiðslu þeirri tillögu sem fræðslustjóri eða síðstjóri skóla-frístundasviðs leggur fyrir ráðið, en það er að minnst kosti tryggt þegar þetta er lagt fyrir ráðið að þá rýna pólitíkusar, þeir stjórnmálamenn, þeir rýna þá niðurstöðu fagmannanna á skóla- og frístundasviði. Þannig að þessi örlitla breyting sem Dagur B. Eggertsson borgarfulltrúi reyndi að gera mjög mikið úr, þetta er mjög lítið breyting, hún kann að vera jákvæð sjálfur sér, en með henni er engin trygging fyrir því að raunverulegt samráð aukist við foreldra. Engin trygging fyrir því. Við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins viljum hins vegar koma á raunverulegu samráði við foreldra vegna skólastjóra ráðninga. Þetta eru meðal mikilvægustu ráðninga eða mikilvægustu ákvarðana sem eru teknar í þágu hvers skóla og þetta hefur gefist mjög vel víða erlendis. Og ég verð að segja eins og að þessi ágæti starfshópur sem fór í þessi mál, ég held að hann hafi
hann hlýtur að hafa farið eitthvað litt yfir þá þróun sem hefur erlendis með skólastjóra ráðningar og aukið samráð við foreldra með þau. Og mér þótti að leitt að þessi hópur skildi ekki komast að þeirri niðurstöðu að koma á raunverulegu samráði, heldur koma með þessa litlu breytingu. En það skýrist kannski af því að þeir sem leiddu starf hópsins og meirihluti þeir sem sátu í viðkomandi hópi voru embættismenn á skóla- og frístundasviði. Það verður bara að segjast eins og er. Nú, ég saknaði þess að þegar borgarstjóri svaraði mér áðan, þá tók hann fyrst fram að Björt framtíð eða Besti flokkur var ekki vinstri flokkur. Ég ætla að vera ósammála það. Ég tel að flokkur sem kemur í borgarstjórn og lætur það vera sitt fyrsta verk að hækka skatta á borgarina í lögbundið hámark og auka hér miðstýringu og eyðslu sem gert hefur verið með ýmsum hætti hér í þessum borgaristi hér á kjörtímabilinu. Ég tel að sá flokkur sé vinstri flokkur og hann ætti bara þá greinilega að vera stoltur af því að vera það og kalla hlutina sín réttu nöfnum. Nú, varðandi foreldrasamstarf á kjörtímabilinu, þá stend ég við það sem ég sagði, þrátt fyrir eitthvað styrki til þess samstarfs, þá held ég að það sé aftarlegar núna heldur en það var í upphafi kjörtímabilsins og þá vitna ég einkum til þess að við hinar miklu breytingar í skólamálum sem þessi meirihluti stóð fyrir á kjörtímabilinu, að hann gekk mjög tregur til samstarfs og samráðs við foreldra og hunsaði langflestar ábendingar sem komu frá foreldrum vegna þeirra breytinga. Það er við það sem ég á þeirra er að tala um að foreldrasamstarf á kjörtímabilinu við borgarstjórn, það hafi beðið hnekki. En ég saknaði þess líka hjá borgarstjóra að hann skildi ekki svara því að hann sagði samt í ræðu sinni, hann tók samt fram í ræðu sinni, hann vildi sjá aukið samráð við foreldra í skólum borgarinnar við skólastjóra ráðningar. Hann væri bara ekki hrifinn af þessari tillögu, hann kallaði þessar hugmyndir hættulegar og ég kallaði þá bara aftur eftir hjá borgarstjóri, hann segi okkur frá því hvers konar samráð hann vilji sjá ef hann vill ekki sjá samstarf eða samráð með þessum hætti. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og þá hefur borgarstjóri óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Já, virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn, varðandi það sem að borgarfulltrúi Kjartan Magnússon var að segja hérna áðan varðandi Besta flokkinn og Bjarta framtíð, þá fékk ég á tilfinningunni að hann var að rugla saman þessum tveimur flokkum, hann þekkti ekki muninn á þeim. En ég biðst velvirðingar ef borgarfulltrúinn var að tala um Besta flokkinn áðan, þegar sem mér heyrist hann vera að tala um Bjarta framtíð og þetta náttúrulega tveir ólíkir stjórnmálaflokkar. Besti flokkurinn, eins og allir vita, er anarko-súrrealískur flokkur sem er í rauninni ekki til og hefur enga stefnuskrá nema einhver tóm bull og enga meðlimi og engan infrastruktúr, en Björt framtíð er aftur á móti alvöru stjórnmálaflokkur og skipulagt stjórnmálaafl. Þannig að í því liggur nú nokkuð mikill munur. Kannski helsti munurinn er sá að Besti flokkurinn er ekki einu sinni lýðræðislegur. En Björt framtíð er mjög lýðræðislegt afl, en Besti flokkurinn bara nafninu til. En varðandi samstarf foreldra við ráðningu skólastjórnenda, þá treysti ég mér ekki til þess að útskýra það nákvæmlega hér hvernig ég myndi sjá þá útfærslu nákvæmlega, en ég ítreka það að ég myndi mjög gjarnan vilja að foreldrar, ef þeir svo kysu, að þeir gætu átt einhvers konar samráð, en þó það væri kannski ekki með þeim hætti að umsækjendur sætu einhvers staðar á fjölmennum fundum fyrir svörum, opnum fundum. Ég veit ekki hvort það er endilega rétta leiðin, en ég veit svo sem ekki hver hún er. Takk fyrir. Þá hefur borgarstjóri lokið við það að veita ansvar við ræðu borgarfulltrúans. Það hefur ekki fleiri kvatt sér hljós undir þessum lið og við berum tillöguna upp. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja þessa tillögu gefi merki. Einhver á móti?
Hún er felld með 10 atkvæðum. Við förum í annað mál á dagskrá sem er umræða um